Já, var æfing að klárast, hvernig lukkaðist í kuldanum hérna? Ja, þetta var bara fínt, bara völlurinn flottur og svolítið kalt en við erum því vannir og bara góð æfing að baki. Er ekki bara mikill léttur og gleði í þínu hjarta að vera komin aftur í landsliðshópinn? Jó, þetta var auðvitað svolítið langur tími og mikið af óheppilegum tíma, óheppilegum meiðslum og alltaf einhvern veginn þegar landsliðsverkefni var komið upp á gerist eitthvað og búið erfitt fyrir mig bara að vera frá strákunum og geta ekki hjálpað liðinu, þannig að bara geggjað að vera mættur aftur og geggjað að vera með þeim. Andleg áskorun eða? Já, bara mjög erfitt og maður þarf að taka stáfið mikið ef maður meiddur og þroskast mikið sem manneskja og leikmaður, þannig að bara mikilvægur en erfið tími. Hjálpaði eitthvað svona að þú varst að fjölga í fjölskyldunni, kom nýr meðlimur eða? Já, það hjálpaði klárlega, það er svona eitt af fáum jákvæðum punktum sem ég gat tekið úr þessu og maður fekk að eyða meiri tíma með fjölskyldu, þannig að það var bara frábært. Hvernig bara andinn í hópnum fyrir verkefnið og bara var komin aftur með strákunum? Já, bara þetta er bara alveg eins og þegar maður skildi við á fyrir ári síðan, bara andinn er góður og samheldin í liðinu er frábær, ekkert búið að breytast þar og síðan þetta bara fullt búið að breytast með síðan Arnar kom og liðið búið að taka stór skref fram á þið og svo þetta hefnaðist ekki hjá okkur í undankeppni þá eru samt mikla breytingar og bætingar á leiknum sem við getum verið ánægðir með og haldið áfram að bæta hana. Hvað erum við að fara að bjóða upp á morgun? Já, við bara taka á þeim, það verður auðvitað fullt hús hérna og við verum mættir með alla okkar krafta og gefa þeim alveg leik. Þeir eru flott lið á leiðinu HM og þetta er einmitt liðin sem við viljum móta okkur við og þú veist, vera aðast í, þannig að þetta verður bara skemmtilegur. Þetta er leikur sem við getum nýtt okkur vel og bara þessi báðir leikir? Já, einmitt, það er bara mikilvægt að nota báða leikina og leikmenni geta sýnt hvað býr í þeim, sérstaklega í svona glugga sem að fáum 2 leiki og bara 2 góð lið, þannig að það er mjög skemmtilegt. Þannig að kanadíska liðið er svona kannski ólíkt flestu liðin sem við höfum mætt á þér? Já, svona bara ekkert eitthvað rosalega, kannski með smá uník leikstíl en það er líka skemmtilegt að mætast í, þú veist, þegar maður mætir liðum eins og Barcelona með sína háa línu, það er alltaf skemmtilegt að prófa eitthvað hannig og þeir leggja auðvitað mikið fram í pressuna sína og high intensity leikinn, þannig að við verðum bara að finna lausnir á því. Þetta er að þið þarna frammi munu fá mikla móða? Ég ætla að vona það, það fer eiginlega bara eftir hvað við komum með hinn leikinn, það skiptir miklu máli að við séum on it og við erum tilbúin að hjálpa liðinu og þá held ég að hlutinni fram á við byrjum bara að tikka. Aðeins svona til Spánar, bara hvernig er staðan á Spáni? Já, bara mjög fín, búið að vera frábært eftir jól, mikið af góðum úrslitum og komið nýr þjálfari sem að kom með nýjar hugmyndir og nýtt andrúmsloft sem að skipti okkur mjög miklu máli og búið að vera svolítið þungt á þessu tímabili þangað til. Þannig að bara mjög jákvætt og við erum á leiðinni í bikarúrslitaleik og við erum nálægt Evrópu, þannig að við erum bara á góðum stað. Þú segir konungsbikarinn Atlético Madrid, það heldur að vera bara ansi skemmtileg gulrót sem er framöndan? Já, þetta var auðvitað, maður átti sig ekki alveg á því hvað þetta er stór leikur. Þetta er svona leikur sem maður horfði á í sjónvarpinu ef maður var lítill og vanlega var þetta Barcelona Real Madrid en núna erum við þarna í ár og við erum spenntir og ætlum okkur að taka eina dolli. Það er að loka náttúrulega að spyrja út í tjantið, út í lagið sem er sungið þig. Þetta hlýtur að vera ansi gaman að heyra þetta lag Oma. Já, þetta var skemmtilegt. Ég bjóst ekki alveg við þessu. Ég var eiginlega ekki búinn að gera neitt til að verðskulda lag á þessum tímamóti og ég held að það lýsi nú bara einhvern veginn stuðningsmönnum hjá Real Sociedad. Þú veist, ég var búinn að eiga erfitt tímabil með mikið af meiðslum og ekki mikið af mörkum, ekki mikið af mínútum heldur en síðan komaði með eitthvað svona og þá finnum maður svona aðeins meiri innblástur og ást og þá byrjuðu hlutirnir að tikka og komu nokkuð mörk í röð og já, það var rosalega skemmtilegt og ég er mjög þakkláttur fyrir þeim bara að hafa sýnt þess ást. Þú segir mikil lyftistöng og lagið náttúrulega algjör hittari, það er grípandi. Já, þetta fór aðeins lengra enn ég bjóst við og þetta var nokkuð mikið heiminn og ég veit ekki alveg hvað gerðist sko. Það var mjög skemmtilegt að sjá og mikið af fólki á Íslandi að senda mér og allir krakkarnir, mamma mín sendi mér myndu á okkur krökkum verið að syngja þetta og mjög skemmtilegt, ég elska að sjá svona.